Fundarstjóri, góðir fundargestir, komið sæl. Gaman að vera með ykkur hérna í dag og sjá ykkur svona mörg hérna í salnum. Ég heiti Ragnhildur og ég starfa hjá heilbrigðistæknifyrirtækinu Sidekick Health eins og orri fór yfir. Og við veitum stafrænar heilbrigðismeðferðir í Evrópu og í Bandaríkjunum. Og ég hef verið í vegferð Sidekick frá upphafi, frá hugmynda- og klakstigi yfir á vaxtarstig. Fyrst sem stjórnarmaður fram að Series B fjármögnun og nú í stjórnendateymi félagsins. Og ég ætla að byggja erindið á minni eigin reynslu af þessari vegferð og þeim áskorunum og tækifærum sem við höfum mætt á leiðinni. Og mig langar að leitast við að svara einni spurningu: hvað myndi aðild Íslands að Evrópusambandinu gera fyrir fyrirtæki eins og Sidekick sem við getum ekki gert í dag? En fyrst aðeins hvers konar fyrirtæki að ræða. Sidekick var stofnað fyrir 13 árum af 2 íslenskum læknum og í dag alþjóðlegt fyrirtæki með á annað 100 starfsmenn af 25 þjóðernum og við erum með höfuðstöðvar á Íslandi og starfsemi meðal annars í Þýskalandi og Bandaríkjunum. Og við störfum í einum af mest regluvæddu geirum sem hægt að velja sér. Og við þróum meðal annars stafrænar heilbrigðismeðferðir sem eru skráðar sem lækningatæki. Vinnum með viðkvæm heilbrigðisgögn og þurfum að uppfylla flóknar kröfur og lúta stífu regluverki beggja vegna Atlantshafsins. Við þurfum að sækja fjármagn á alþjóðlega markaði og ráða mjög sérhæft starfsfólk og selja vörur okkar langt út fyrir Ísland. Svo ef það ætti að vera einhver tegund af fyrirtæki sem fyndi harkalega fyrir því að Ísland stæði utan við Evrópusambandið, þá ætti fyrirtæki eins og Sidekick að vera ágætis prófsteinn. Svo hver hefur reynslan verið? Byrjum á fjármagni. Sidekick hefur sótt fjármagn víða í gegnum árin, bæði á Íslandi og erlendis. Við erum með evrópska framtakssjóði í okkar fjárfestahópi, meðal annars frá Spáni og Þýskalandi, og við erum einnig með íslenska og bandaríska fjárfesta. En eitt áhugaverðasta dæmið í samhengi við þessa umræðu Evrópski fjárfestingabankinn EIB. Á síðasta ári þá varð Sidekick Health EHF fyrsta fyrirtæki á Íslandi til þess að fá svokallaða venture debt fjármögnun frá EIB og samningurinn var upp á 35 milljónir evra. Hér sem sagt íslenskt félag utan Evrópusambandsins að fá vaxtarfjármögnun frá sjálfum fjárfestingabanka Evrópska fjárfestingabankanum. Og þær dyr voru sem sagt ekki lokaðar fyrir okkur. Sama við þegar kemur að rannsóknar, þróunar og nýsköpunar umhverfinu. Við hefum getað sótt og fengið bæði rannsóknar- og þróunarstyrki og nýsköpunarstyrki í Evrópu. Og þegar ég horfi yfir okkar reynslu þá get ég raunar ekki bent á mikilvægt tækifæri sem við hefðum vilja sækja en gátum ekki af því að Ísland væri ekki aðili að Evrópusambandinu. Ég ætla ekki að halda því fram að slíkt dæmi sé hvergi til, en þetta allavega mín reynsla frá Sidekick. Og það líka mikilvægt að hafa eitt á hreinu að þetta ekki röksemd gegn Evrópusamstarfi, þvert á móti, og EES-samningurinn hefur verið lykilforsenda fyrir þeirri stöðu sem við búum við. Hann veitir okkur aðgang að innri markaðinum og frjálsu flæði vöru, þjónustu, fólks og fjármagns. En EES-samningurinn felur líka auðvitað í sér að við tökum upp stóran hluta þess regluverk sem gildir á innri markaðinum. Og í okkar geira þá þýðir það meðal annars að evrópska lækningatækja regluverkið, MDR, gildir hér á landi. Og það regluverk ekki gallalaust og getur verið bæði þungt og kostnaðarsamt fyrir nýsköpunarfyrirtæki. En þá vandinn regluverkið sem við höfum þegar tekið upp í gegnum EES, ekki að Ísland standi utan við Evrópusambandið. Og aðild að ESB myndi ekki losa okkur undan því regluverki. Ísland tekur jafnframt fullan þátt í Horizon Europe sem rannsóknar- og nýsköpunaráætlun ESB. Og spurningin því hvað bætist við fyrir fyrirtæki eins og okkar með aðild Íslands að Evrópusambandinu. Og þá komum við að markaðsaðganginum. Oft talað einn innri markað Evrópusambandsins sem Ísland tilheyrir sem einn sameiginlegan markað.
og mörgum sviðum það auðvitað rétt. En stundum vildi ég óska þess að hann virkaði raun þannig fyrir okkur hjá Sidekick, því að í heilbrigðisgeiranum veruleikinn annar. Þýskaland, Svíþjóð og Frakkland hafa til að mynda hvert sitt kerfi og þótt hluti regluverksins sé sameiginlegur að þá eru heilbrigðiskerfi, greiðslufyrirkomulag og leiðir inn á markaðinn mismunandi eftir ólíkum löndum. Og það krefst tíma, sérþekkingar og verulegra fjárfestingar að fara inn á hvern þessara markaða. Og þetta þekkjum við af eigin raun. Í dag að það notar 1 af hverjum 6 þýskum konum sem eru nýgreindar með brjóstakrabbamein stafræna heilbrigðislausn Sidekick. Og við höfum hug á að fara með þá vöru og raunar fleiri vörur inn á franska markaðinn á næstu misserum. En þegar við förum inn í Frakkland að þá þurfum við að takast á við franskt heilbrigðiskerfi, franskt greiðslufyrirkomulag og leiðin inn á þann markað rétt eins og fyrirtæki frá Ítalíu eða öðru ESB-ríki. Þannig að þetta eru mjög raunverulegar hindranir fyrir okkur þegar við erum að vaxa í Evrópu, en þær verða ekki til vegna þess að höfuðstöðvar okkar á Íslandi. Og það erfitt að sjá hvernig aðild Ísland að ESB myndi leysa þær, enda eru þær nú þegar til staðar á milli aðildarríkja sambandsins. Stóru hindranirnar sem við mætum í Evrópu liggja því ekki við landamærin milli Íslands og Evrópusambandsins. Þau liggja oft í þessu óformlegu og formlegu landamæri sem eru fullt sem erfitt við að byggja alþjóðlegt vaxtarfyrirtæki frá Íslandi. Við erum með lítinn heimamarkað, við erum með takmarkaðan vinnumarkað fyrir sérhæft starfsfólk, lítinn innlendan fjármagnsmarkað og við erum langt frá mörgum af stærstu viðskiptavinum okkar. Þetta eru raunverulegar áskoranir. En við verðum að passa okkur á því að rugla ekki saman ókostum smæðarinnar og ókostum þess að standa utan Evrópusambandsins. Þetta ekki sami hluturinn. Og þegar ég horfi yfir þessa vegferð, að þá finnst mér sláandi í raun hversu erfitt það að benda á stóra hindrun sem að við höfðum mætt og hefði horfið við aðild Íslands að Evrópusambandinu. Við höfum getað fjármagnað fyrirtækið, ráðið alþjóðlega sérfræðinga, stundað rannsóknir og þróun og starfað á stóru mörkuðum í Evrópu. Þannig að þegar ég sný aftur að spurningunni sem ég lagði með í upphafi, að þá niðurstaðan mín þessi: ég sé ekki hvað aðild Íslands að ESB myndi gera fyrir Sidekick sem við getum ekki gert þegar í dag. Og það þýðir ekkert að allt sé fullkomið, langt í frá. En ef við viljum bæta nýsköpunar umhverfið á Íslandi, þá eigum við að einbeita okkur að því sem að stendur raunverulega í vegi fyrir fyrirtækjunum. Og þá ætla ég að enda aðeins á persónulegri nótum. Ég hagfræðingur í grunninn og ég hef líka skýra afstöðu til þessarar umræðu. Og þegar ég horfi á efnahagslegu rökin með aðild Íslands að Evrópusambandinu, þá í heild, að þá tel ég rökin gegn aðild Íslands yfirgnæfandi sterk. Og mitt atkvæði 29. ágúst þegar komið í kjörkassan, ég sagði nei. En það sem ég langaði að leggja áherslu á hér í dag þrengra. Ég sé ekki hvað aðild að ESB myndi gera fyrir Sidekick sem við getum ekki gert í dag. Og kannski við þess vegna að byrja á vandamálinu en ekki lausninni. Hvað það sem að íslensk nýsköpunarfyrirtæki geta ekki gert í dag? Hvaða dyr sem skipta íslensk nýsköpunarfyrirtæki máli eru enn lokaðar? Og ef við finnum þær, þá skulum við ræða hvað þarf til þess að opna þær. En mín reynsla af vegferð Sidekick að mikilvægustu dyrnar inn í Evrópu standi þegar opnar. Og ég sé ekki hvaða dyr aðild Íslands að Evrópusambandinu myndi opna fyrir okkur í dag sem eru enn lokaðar. Takk fyrir mig.